ein af fréttum dagsins svona síðustu daga, kannski síðustu mánaða og missera, að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér sem leiðtogi Verkamannaflokksins og þar með forsætisráðherra og alla líkur benda til þess að kjörinn þingmaður Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, verði næsti leiðtogi Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Breta einhvern tíma kannski í sumar. En Guðmundur Auðunsson, fréttaritari okkar í London, á línunni. Þetta kannski ekki óvænt, Guðmundur? Nei, þetta ég spáði því nú nokkru sinnum held ég fyrir á samstöðinni að ef að sveitarstjórnarkosningarnar í maí færu illa eins og þær fóru, að þá væri bara spurningum hvenær, ekki hvort Starmer væri látinn víkja. Og síðan var þetta orðið eftir að Burnham fór í framboð, Andy Burnham fór í framboð í aukakosningum, þar sem að hérna alltaf aukakosningar þegar að þingmenn segja af sér eða fárfallast af einhverjum öðrum ástæðum. Og hann fór í framboð þar og það var alveg ljóst að hann var ekki að gefa eftir borgarstjórastólinn í stór Manchester fyrir neitt annað en að verða formaður Verkamannaflokksins. Já, en hvaða hefur Verkamannaflokkurinn væntingar það að Burnham geti snúið gæfu þeirra við, að hann geti leitt ríkisstjórn sem að verður vinsæl, að Verkamannaflokkurinn bæti stöðu sína í skoðanakönnunum. Hann fékk þarna 33% atkvæði í kosningunum en hefur verið að mælast svona 18, 19, 20%. Hvað eru væntingarnar? Að Keir Starmer hafi verið bara það dauðibli og það eyðileggjandi afl fyrir flokkinn, að þegar hann fer og kemur vinsæll og röggsamur leiðtogi, að þá snúist gæma við. Já, það verður líka að líta á það eins og staðan í skoðanakönnunum hérna, að þá Reform stærsti flokkurinn en samt ekki minna 25% fylgi. Og síðan erum við með 3 flokka sem á bilinu 15-20% eftir skoðanakönnunum. Það Íhaldsflokkurinn, Verkamannaflokkurinn og græningjar. Og þannig að í raun og veru þarf hann ekki að bæta mjög miklu við sig til þess að komast í toppsæti með Verkamannaflokkurinn og þá geta með einmenniskjördæmakerfinu sem hér við lýði í Bretlandi, þá getur það snarbreyst að Verkamannaflokkurinn getur verið til dæmis að endurkjöri ef hann næði upp í 25-6% atkvæði, einfaldlega við það að vera stærsti flokkurinn. Þannig að það þarf ekki mikið til að bæta við og það alveg greinilegt að stuðningsmenn og þingmenn Verkamannaflokksins sem að raun og veru hafa verið að pressa á Starmer að hætta, að þeir hafa talið það að Burnham væri miklu líklegri til vinsælda og myndi öllum líkindum nægja til þess að snúa sérstaklega tapin á vinstrivagnum til græningja allavega hluta til við. Já, en maður séð það í könnunum að svona, eins og græningjarnir hafi nú þegar toppað, að þeir mælast núna sem ívið minni heldur þeir gerðu þeirra best lét hjá þeim. Markmiðið með því að velja þennan forystumann að sækja frekar atkvæðin til vinstri? Sem að dvöldu hjá græningjum tíma, ef við getum orðað þannig. Já, ég held að það sé nokkuð klárt. Andy Burnham hefur lengi verið talinn svona eins og maður segir það sem þeir kalla hérna soft left eða svona mjúka vinstri, eða soft left kannski ekki endilega hægt að þýða bara mjúka vinstri, það þýðir svona þeir eru ekki svona, það stundu tala harða vinstrið og mjúka vinstrið, það ekki það að þetta sé svona mýkri málin sé endilega framanlega heldur, þetta sé svona meira svona vægara vinstri stefna. Hann svona deigur í vinstri mennskusinni. Já, það svona, þetta kannski myndi maður segja að hans skoðanir væru mörguleyti svona á svona svipuðum slóðum og maður má segja Samfylkingin á Íslandi. Og Starmer aftur á móti og klíkanir kringum hans eru miklu líkari Viðreisn á Íslandi heldur en nokkrum öðrum flokki. Þannig að það myndi allavega færa flokkinn til vinstri
og það alveg augljóst að verkamannaflokkurinn hefur verið að blæða miklu fylgi til vinstri. Það sýndi sig líka í í kosningum, aukakosningum sem fóru fram í Manchester á heimasvæði Burnham að græningjar unnu þar stórsigur. En á sama tíma að þá þurrkaði Burnham þegar hann var sjálfur í framboði í Wigan, sem svona mitt á milli, svona í jaðri stór Manchester, en svona mitt á milli heimaborgar Burnham sem Liverpool og Manchester, þar sem hann hefur verið borgarstjóri, á þessu svæði að þar bætti hann við sig töluvert fylgi frá kosningunum 2024, meðan að verkamannaflokkurinn hefur verið að tapa miklu fylgi. En myndirðu segja að vera eitthvað að marka það, Guðmundur? Er þetta ekki að sögumlítið voru kosningar og vissu það allir að þarna var maður sem ætlaði að verða forsætisráðherra og kannski fólkið í kjördæminu hugsaði eins og svo, ég ætla að kjósa okkar mann svo hann verði forsætisráðherra og formaður verkamannaflokksins? Jú, það spilar á gleini, en það samt var, maður ekki gera, að þetta var talið allavega tíma, þetta yrði miklu minna bil á milli Reform eða hægri populistana og verkamannaflokksins. Það var talið kannski að verkamannaflokkurinn færi eitthvað yfir 40% en Reform getur verið í 35%. Það sem að gerðist var það að litlu flokkarnir, eða ekki litlu endilega, Íhaldsflokkurinn, græningjar og frjálslyndir demokratar, þeir hurfu í þessum kosningum. Þetta var bara eiginlega 2 manna kosning og Burnham náði 55% fylgi sem sé þetta miklu starra heldur en allir hinir flokkarnir til samans. Þannig að sigur hans var eiginlega starri en búist var við. Og það allavega hefur örugglega gert það að verkum að Starmer hefur ákveðið að stökkva núna frekar en að reyna að teygja þetta eitthvað lengra. En þú lýsir þessu einhverju leyti sem raunverulega svona pólitísku uppgjöri milli ólíkra áhersna. Þú talar Viðreisn og Samfylkinguna svona til þess að taka einhverja mynd af því hvað Keir Starmer og Andy Burnham eru ólíkir. En er það ekki eitthvað skrítið við svona flokk eins og verkamannaflokkin að svona uppgjör eigi sér stað með þessum hætti því að það eiginlega fór aldrei fram. Það bara gerðist einhvern veginn vegna þess að það var orðið pólitískt ómögulegt annað en það er ekki hægt að sjá einhvern veginn hvar átökin raunverulega fóru fram eða hvar flokksmenn komu að því að velja hvora stefnuna ætti að fara. Nei, og það er alveg ljóst. Ég held að það sem að hafi gert það verkum West Reading sem að ætlaði greinilega að fara í framboð fyrir hægri væng flokksins hefur greinilega ákveðið að gera það ekki og það sem hann var nokkurn veginn ljóst að hann myndi tapa því. En það sem athyglisvert það að hluti af klíkunni sem að stóð bakvið, og þetta skelfir marga vinstrimenn í flokknum svolítið, að hluti af hópnum sem stóð baki Starmer á sínum tíma. Það má ekki gleyma því þegar Starmer var kosinn, þá var hann talað hann sem mjúka vinstri, en eftir hann var kosinn, þá var hann svona Blair version 2. Það sem að gerist það að hluta af þessum klíku sem hafði tekið þátt í því að grafa undan Jeremy Corbyn og vinstrimönnunum þegar þeir voru við völd í flokknum, stökk á vagninn og ákvað að hella sér beint að baki Andy Burnham, líklega með það í huga að þeir getur stjórnað honum. Þess vegna verður það komið í ljós. Guðmundur, er það ekki líka Burnham sem að gerir það, til dæmis með því að bauð hann ekki West Reading feitt embætti og annað slíkt, þannig hann er eiginlega að teygja sig til þessara klíku? Jú, reyndar neitar West Reading því, en það hefur örugglega eitthvað verið þannig í gegnum. Ég held að fyrsta prófraunin það hvort hann tekur vinstrimennina í flokknum í sátt, vegna þess að ef hann gerir það ekki, að þá sé ég ekki annað en að myndi fjara fljótlega undan stöðningi við Burnham. Það er auðvitað einn möguleg hluti í sem að gæti gerst. Það er ef að verður hraðað
stjórnarskiptunum, þar að segja Starmer ennþá forsætisráðherra, að það fræðilegt að England verði heimsmeistari í fótbolta. Og ef að það gerist að þá hefð fyrir því að kalla kosningar þar sem allir eru í svo góðu skapi og ef þau tekst að breyta þessu að þá ekkert ólíklegt að Börna verði orðin forsætisráðherra á þeim tíma að þá ekkert ólíklegt að hann myndi kalla kosningar. Annars mjög líklegt að hann muni halda kjörtímabilið út, kannski ekki all 5 árin en allavega vel á 5. ár. Stemming fyrir því í Bretlandi að þegar hann kemur nýr forsætisráðherra svona að gefa honum svona greis einhver tíma? Það svona hérna frá síðan virðist svo ekki vera því að hérna forsætisráðherrar Íhaldsflokksins sem komu hver á fætur öðrum eftir Boris Johnson að þeir fengu eiginlega aldrei breyk eins og þetta. Nei, já, sko. Liz Truss til dæmis hún hafði enga möguleika, hún líka, sko, hún fór í stefnu sem bara skelfdi fólk og hún var að segja sér, hún gróf sína eigin gröf. Eftir það var flokkurinn í rúst og Rishi Sunak, sá sem tók við hann þessi forsætisráðherra, hann í raun og veru hafði aldrei möguleika á því að komast í þessa stöðu að fá breyk vegna þess að fólk var einfaldlega búin að fá nóg af Íhaldsflokknum. Það mjög líklegt að Burnham fái svolítinn tíma en nú þessir tímabil sem að menn geta hugsanlega notið styttast sífellt og meira að sjá það eftir stórsigur Starmer að það má segja að þetta hafi verið bara og skipti eða loksins var Íhaldsflokkurinn komin út að má segja það að það endist ekki nema í svona 3-4 mánuði áður að fór að fjara harkalega undan Starmer í embætti. Þannig að það er ólíklegt að þetta svona grace-periódu muni endast lengi. Ekki nema það að hann takist að byggja upp vinsældir og verða vinsæll forsætisráðherra. En það á eftir að koma í ljós. En Starmer vann náttúrulega í sjálfum sér ekki kosningasigur, það bara vildi svo til að þessi 33% gaf honum sko yfirþyrmandi meirihluta í þinginu út af þessari furðulegu kosningakerfi. Hann hafði ekki bætti raundar ekki við sig nema 1% frá því svokölluðu hrunnkosningum Corbyns 1990 og tapaði raun og veru nokkur 100.000 atkvæðum á milli kosninga. Þannig að Corbyn fekk fleiri atkvæði 2019 heldur en Starmer 2024. Þannig að það vissulega var þetta kosningasigur í þingmönnum en ekki í atkvæðum. Hann gríðarlegur kosningasigur Boris Johnson sem var bara óveðfekkjalegur, mikill persónulegur sigur, það hrundi mjög hratt af honum. Það hrundi og hann var auðvitað ekki sinn besti vinur sjálfsins. Þannig að það er kannski sá forsætisráðherra sem að svona á þessari öld sem hefur haft svona lengstan svona grace-period má segja að það kannski verið Cameron í upphafi en það fjaraði líka frekar hratt undan honum. En nú munu menn fylgjast með hvort að Burnham lyfti upp vinstri mönnum sem að Starmer hafði haldið út í kuldanum, hvernig hann velur ríkisstjórn sína og þar til götunum og líka hvaða áherslur hann leggur, hann þarf náttúrulega að koma þá fram með eitthvað sem að lítur út fyrir að vera stefnubreyting, hann ætlar ekki að koma fram og segja við ætlum að halda áfram hinnum góðu verkum gerð Starmer. Nei, það þarf að vera breyting. Eitt af því sem að mjög óvinsælt hérna einkarekstur í almannaþjónustu. Og Starmer var reynda búin að vera að tala það að það sé verið smátt og smátt að samfélagsvæða lestarkerfi og það í ferli. En vatnið til dæmis, það alveg gífurlega óvinsæl vatnsfyrirtæki hérna sem hafa verið að taka milljarða, jafnvel 10 milljarða út úr kerfinu og kerfið komið að þrotum. Og infrastruktúrin sem var tekin yfir af einkaaðilum að þeir hafa notað þetta bara sem mjólkurkýr og ekkert verið að fjárfesta í framtíðinni enda hafa þessi fyrirtæki í raun og veru verið einokunarfyrirtæki á einkamarkaðinum. Þannig að það verið sáralitlar fjárfestingar í framtíðinni enda hafa þau verið rekin á gróðasjónarmið ekki almenna hugsjóni. Þannig að mjög líklegt að hann eigi eftir að fara mjög hratt í þetta að samfélagsvæða vaskfyrirtækin
hraða með lestarfyrirtækin og jafnvel setja einhvers konar plan það að taka raforkufyrirtækin yfir, allavega byrja á því kannski að búa til einhvers konar samfélagslega rekin grunn í kringum, mætti hugsa sér til dæmis í kringum endurnýjanlega orku. Og þannig að það mjög líklegt að hann reyni allavega að gera það mjög hratt vegna þess að það mjög vinsæl stefna hérna í Brettlandi. Allar skoðanakannanir sýnt það að 70–80% kjósenda vilja ekki sjá að einkaaðilar sé að reka þessa þjónustu. En eftir að ekki starmi náði svona tökum á flokknum, rakti marga vinstrimenn í burtu rak, var bara út úr flokknum, áhrifamenn þeim einn, að þá voru tímabil draumur að stofna nýjan flokk, Your Party, en hann hefur eiginlega fjarað út. Þá fór fylgið einhver leiti yfir á græningja og hefur einhver leiti gengið tilbaka. Hvað þessi hópur, ég veit ekki hvort hann sé samstíga, horfir hann til þess að nú sitt kannski tími til þess að gefa verkamannaflokknum aftur séns? Það mögulegt. Það á eftir að, ég held að afstöðubreyting, það annað stórt mál sem skiptir máli og sem ég held að Börna reyndar hefur svona ferilskrá hans gagnvart Ísrael-Palestínu ekki verið góð, hann hefur frekar verið svona harður stuðningsmaður Ísraels, en á seinni tímum hefur hann verið að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir því að hafa ekki tekið málstað Palestínumanna nógu vel. Það stórt mál. Ef hann breytir stefnu þar og fer að setja til dæmis hætta herútflutningi til Ísrael, sem mjög stórt skref, að þá geta hann hugsanlega skapa sér mikla vinsældir á vinstri vangnum og þetta meðal annars eitt af stórum málunum sem hefur fælt fylgi, það ekki bara innanlandsmál og hægri stefna og mynd hægri stefna Starmers þar heldur utanríkismálin hafa verið vegna þess að græningjar hafa tekið skýra afstöðu gegn þjóðarmorði og Your Party að sjálfsögðu líka. Þannig að þar sóknarfæri fyrir Börna. Hversu langt hann tilbúin að ganga, það eftir að koma í ljós. Það ákveðin svona óttamerki það að einhverjum munu reyna að kippa í spotta og stoppa hann í því. En það allavega líklegt til vinsælda. En við nefndum hann að Your Party eitthvað að frétta af honum. Verður það eitthvað tíman barn í brók? Infrastruktúrin til staðar. Það 70–80.000 félagar í flokknum og þeir með grasrót en þeir klúður í gegnum forystuna þegar flokkurinn leit út fyrir að flokkurinn væri bara gæti tekið við af verkefnaflokknum og það að græningjar ákvað að taka sterkt vinstra snú og einbeita sér efnahagsmálum, ekki bara grænum málum og kjósa mjög vinstri sinnaðan leiðtoga fyrir þá, að þá svona fjara undan því og á sama tíma og deilurnar voru sem mestar forystudeilurnar innan Your Party, að þá Zach Polanski kosinn formaður græningi og hefur vaxið mjög í vinsældum, sérstaklega með yngri kynslóðarinnar, að hátt í 60% af 18–29 ára kjósendum gefa sig fram á til dæmis græningi og hafa verið að gera. Og það spurning hvort að verkefnaflokkar takist að fá það tilbaka, en þá þurfa þeir að breyta, held ég, töluvert stefnunni í gagnvart Palestínu. Þú nefndir aðeins fótboltan áðan. Það þannig að Englendingar trúa því enn einu sinni að þeim muni takast að verða heimsmeistarar í fótbolta? Ég fylgst með fótbolta síðan á smástrákur og ég mikill áhugamaður fótbolta og fylgst með enska boltanum lengi. Ég var svona hjálpaði mér að læra smá ensku þegar ég var smápolli á 8. áratugnum og fór að keypti Gól eða hvað það hétu þessi tímarit sem voru selt í búðum á Íslandi og fylgdist mjög vel með. Ég hef ekki haft trú á því Englendingar ættu nokkuð möguleika að vinna nokkur heimsmeistarakeppni fyrir en ég held að ef eitthvað þá möguleikin þeirra núna.
Þannig ég myndi ekki afskrifa það. Ég myndi segja Guðmundur, þetta hafa stuðningsmenn enska landsliðsins sagt við hverja einustu heimsmeistaramót. Ég hef ekki haft trú á því hingað til, en núna verður þetta öðruvísi. Það já, kannski má segja það, en ég myndi segja það að England væri þriðja líklegast í dag að vinna, þannig að allt gengi upp hjá þeim, að þá eru Spánn og Frakkland. Frakkland lítur mjög vel út, þannig að ef þú ætlar að pressa mig þá myndi ég segja Frakkland vinnur líklega keppnina, en það getur allt gerst í fótbolta. Í pólitík og fótbolta. Já, ég hef aldrei verið mikill aðdáandi enska landsliðsins sem ég veist að það er eitthvað skrítið við svona karakterinn í því, þeir brotna oft undan svona mótlæti og það kemur svona, er þetta byrjað aftur sem að stundum hefur nú í íslenska landsliðinu kannski líka. En ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér daginn, því að mér fannst eitthvað við liðið, mikill kraftur núna. Náttúrulega dásanlegt að fylgjast með Harry Kane fyrirliðanum sendernum þarf að sækjast þetta boltar í vörnina. Svo skoða ég hverjir í liðinu og ég man ekki eftir ensku liði þar sem er maður frá Bayern, Real Madrid og Barcelona í enska landsliðinu. Nei, þeir eru margir af bestu mönnunum hafa fært sig út úr enska boltanum og það hefur líka gerst ákveðnir að Þjóðverjar hafa verið duglegir að pikka krakka, unga krakka, kannski 16 til 18 ára frá Englandi og taka þau yfir. Bellingham er gott dæmi. Já, það er líka í þýska landsliðinu eru líka strákar sem eru aldir upp eða fæddir í Englandi, þannig. Jú, það eru 3 eða 4 lykilmönnum þeirra. Musiala er mjög gott dæmi að pappans er enskur, nígerisk enskur ríkisborgari, þannig að hann auðveldlega geta orðið. Það eru nokkri sem að England hefur tapað á því að hafa ekki sýnt þeim nógu mikinn áhuga. Reyndar Musiala flutti með mömmu sinni held ég til Þýskalands, svo að kannski annað með hann, en hann er fæddur á Englandi. Það eru, ég held að þetta kannski er svona alþjóðasamvinnan í því að vera með svona þýskan þjóðverja sem þjálfara, að það geti hjálpað hans kannski náu skipulaginu sem er stundum. Talentin vantar ekki hér, en það er líka athyglisvert með að því að maður er að tala um fótboltann að ég var fyrir svona léttu sjokki þegar ég fór að skoða spænska landsliðið. Það er ekki einn einasti maður í spænska landsliðinu sem er að spila fyrir Real Madrid og ég held að það hafi aldrei gerst í sögunni. En er það þannig í Englandi að svona þjóðin sveiflast mjög með gengi enska landsliðsins, að þetta er eins og Íslendingar á fyrstu árum Eurovision, það er bara það er stemming í öllu samfélaginu? Já. Það er alveg að hreinu. Það má ekki gleyma því að þegar England vann seinast að þá var frekar ný stjórn Verkamannaflokksins sem hafði verið valdu í 2 ár og þeir voru fljótir að kalla kosningar 1966 eftir sigurinn og unnu stórsigur. Herðu, frábært að tala við þig, Guðmundur, og við erum nú svo sem búin að vera að ræða óhjákvæmilegan pólitískan dauða Keir Starmer í 2 ár. Já, þannig að við getum flett þeirri blaðsíðu og núna farið að tala um eitthvað annað í bresku stjórnmála. Ok, hlakka til að heyri þið næst og takk fyrir að taka síman. Já, sömuleiðis og alltaf gott að koma á samstöðina. Takk hérlega. En við ætlum að halda áfram við samstöðina að reyna að skilja hana heim og okkur sjálf og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.